Komið sæl og velkomin í þáttinn. Í þættinum í kvöld ætlum við að kíkja í nokkrar spennandi verslanir í borginni. Einnig ætlum við að kíkja í eina í Hafnarfirði. Við ætlum að kíkja á herratískuna, skoða spennandi lífrænar snyrtivörur og fá nokkur fagrunaráð. En byrjum í Hafnarfirði þar sem við ætlum að skoða tískuna í trúlofunar- og giftingarhringjum. Ég kíkti til Siggu Tímó í vikunni og fékk hana Siggu til að segja mér aðeins frá tískustraumum í þessum efnum. Kíkjum á Siggu. Sigga, segðu mér, nú tími brúðkaupa genginn í garð. Er eitthvað breyting á trúlofunarhringjum, giftingarhringjum, sér eitthvað mun á milli ára og er eitthvað nýtt? Já, það hefur breyst svona á síðastliðnum 5 árum að strákar, þeir biðja, það er trúlofun og helst með einum steini, þess að með dimt. Á hnjánum sem þess að þeir fara á hnén. Alveg á hnén. Þannig menn gera það. Já, algjörlega. Það er ótrúlega mikið af flottum og rómantískum drengjum í umferðinni hjá okkur, hér í Hafnarfirði, hér á Íslandi. Og það sem er svona í gangi, það er bara þessi klassíski demantsringur með einum demanti. Þetta er bara eins og í Ameríkunni bara. Þetta er að verða eins og í Ameríkunni. Já. Það er alveg satt. Já. Og þetta er orðið smá ameríkusering hjá okkur. Já, sem er bara gott. Sem er af hinu góðu, algjörlega. Og svo þegar kemur að brúðkaupum, þá kannski á daman sem sagt þennan trúlofunarhring sem er þá væntanlega demantsringur og þá er oft verið að velja einhverja hringa sem eru þá í stíl við trúlofunarhringinn og þá er ekkert óalgengt að daman fái kannski aðeins grennri hring og herran velji sér þá aðeins breiðari sem er þá næstu því samansett, breiddin er jafn mikil og 2 hringar hjá henni. Ok, ég skil. Svo er líka algengara að strákar séu með stærri hendur heldur en daman. En er meira hvítagull eða gull eða jafnvel rauðagull, sér eitthvað svona? Úti er rauðagullið mjög vinsælt en það klæðir íslenska húðlitin ekki eins vel eins og þessa sólbrendu. Já, ég sammála því. Já, þannig að rauðagullið hefur ekki náð fótfestu hérna á Íslandi og hvítagullið hefur sótt í sig veðrið og þegar við byrjuðum fyrir 20 árum var þetta svona 40% hvítagull, 60% gulagull. Í dag er það öfugt, það er 60% hvítagull, jafnvel alveg upp í 70% og svona, já, 30-40 í gulagulli. Já, ok. Eru þeir að velja ykkur svona ákveðna stærð af demöntum þegar þeir eru að biðja konunar? Er eitthvað svona ákveðin stærð sem er meira í tískuöldinu en ykkur önnur eða er þetta bara alls konar, allur gangur? Já, það er náttúrulega allur gangur á því en mér finnst þeir hafa verið að fara stækkandi. Nú, ok. Já, það er hérna... Er það kreppan búin? Nei, veistu það, kynslóðin í dag, hún sparar fyrir því sem hún ætlar að gera og ég hef alveg, ég var til dæmis hérna með dreng sem kom og lagði fyrir 30.000 einu sinni í mánuði í heilt ár því það var hringur sem hann sá og hann sagði bara, heyrðu, þetta er hringur sem ég ætla að biðja kæristunar mínu með og hann kostaði 300.000. Já, þetta er beautiful. Já, þarna var hann búinn að spara í heilt ár fyrir trúlofunarhringnum sínum. Þannig við erum komin í þetta, við erum ekki að taka þetta á okkur vísara að og eitthvað svona. Nei, þetta er eiginlega bara, þetta er hérna svona stemningin í dag. Þetta er frábær breyting, sko. Frábær breyting. Já, þetta er æði. En eins og Ameríkaninn segir, þá segja þeir, how can you make a 3-month salary last forever? Það er sem sagt, hvernig getur þú látið 3 mánaða kaup endast að eilífu með því að kaupa demantsring. Ok, þannig að verðið á hann má þá vera 3 mánaðarleg. 3 mánaðarleg. Já. En þetta er nú svona, þetta sé ekki auglýsing frá demantsframleiðandunum, þeir vilja hafa hann sem staðstan. En það er ekkert það er samt ekkert leyndamál. Þú veist, diamonds are the girl's best friend. Já, þetta er bara út allt. Já, það er engin spurning. Þannig að auðvitað er ótrúlega gaman að eiga, hvort sem það er lítill eða stór. Demantsringur er alltaf sérstakur. Já. Og demanturinn er bara svona tákn eilífðar og fallegt tákn ástar. Þannig að demantsringirnir Þetta er svona eiginlega fastir? Já. Það var flott hérna fjárfesting. Nákvæmlega. En hvað með morgungjöfuna? Er það ekki alveg þá? Jú. Demantsband, þá er það baugur með nokkrum litlum steinum sem passa þá vel við annarkvort
hringana sem fyrir eru eða bara stendur einn og sér, eyrnalokkar eða hálsmenn, en svona eitthvað í stíl við það sem maður á. Sérðu, hérna fólk að fara að grafa jafnvel utan á giftingarhringana líka? Ég sé að þú ert með svona með nafninu utan á, en hefur það verið vinsælt? Við höfum gert svolítið af því að álitra utan á og við munum gera enn meira af því í framtíðinni. Við erum akkurat núna að læra á ný tæki og tól til að gera það ennþá meira spennandi. Við erum jafnvel hægt að fá fingraför og eigin skrift utan á. Það er líka bara flotta hálsmenn og armbönd og svona, persónulegt. Já, þetta Börnin sín og svona? Já, til dæmis. Æðislegt, ég hlakka til að sjá það. Það verður nýjung. Við erum að æfa okkur í því. Spennandi. Alltaf eitthvað nýtt. Já, gaman. Takk fyrir þetta, Sigga. Það gangi ykkur vel í sumar. Takk kærlega fyrir komuna, Eva. Herratískan hefur sjaldan verið jafn fjölbreytt og hún er núna í sumar og strákarnir oft á tíðum komin langt fram á stelpunum hvað varðar liti og samsetningar. Ég kíkti aðeins upp í Kringlu og hitt hann Pétur Ívarsson hjá Boss og bað hann að segja mér aðeins frá sumartískunni hjá þeim í sumar. Já, Pétur, segja mér aðeins frá herratískunni í sumar. Herratískan, hún er skemmtileg. Hún er í sjálfu sér ekki mikið frábrugðin því sem var í fyrra, en það er samt svona nýtt. Sem dæmi í skyrtum, að þá erum við með mikið af skyrtum í dag sem eru með printi, ekki opnumunstri og aðeins svona gleiðari kragi en verið hefur, til í mismunandi litum og klárlega litum. Þannig að strákarnir fara líka í liti? Já, mörgu liti erum við bara eiginlega búin að taka fram úr, sko. Já, það er rétt, segir ég. Já, ég meina svona þannig að sé það er allan að margir af kúnnunum mínum fyllt mínu fordæmi að bara leggja svörtu og vera bara almennt í litum. Ef við tölum kakibuxur sem eru rosalega vinsælar og voru mjög vinsælar í fyrra og eru mjög vinsælar núna, að þá erum við líka konum með svona variasjónir af þeim buxum. Þetta er til dæmis bara sama snið og svona hefðbundnar chinos, svona frekar þröngt, samt svona klassísk töffaraföt, skilur við. Og hérna erum við með buxur úr í þessu klassíska svona chino sniði nema úr bómullu hör. Þannig að það eru svona aðeins meira krösti og fyrir þá sem eru svona búnir að taka allan kakipakkan, að þá er þetta svona næsta skref. Þú veist, það virka alveg sem svona næstu jafnfínar, en það eru svona aðeins. Flottar líka blazer og svona. Nákvæmlega. Það eru mjög flottar. Við erum líka gallabuxur alveg sterkar. Gallabuxur eru sterkar og það er svona svolítið svona 80s svona þema að vera í gallabuxum og blazer og svona okkar. Já, þetta er okkar tíska æði. Herðu, ef við tölum við blazera, þá er búið að vera mjög mikið af svona dökkum blazerum og þeir eru náttúrulega alltaf bara classic og það er bara eitthvað, þú veist, ég fer stundum í 4-5 daga vinnuferðir á vorinu og sumrin og eitt svona blazer, eini jakkin sem ég tek með mér. Svo tek ég bara með mér fullt af skyrtum, peysum, buxum og málega dött. Og talandi blazera, eins og ég var að segja þá er þetta svona klassískur dökkblár, eitthvað sem verður að vera til í skáp. Alveg, bara. Svo er náttúrulega komið að því að þið langir kannski í öðruvísi blazer. Hérna erum við til dæmis með blazer úr kottonu eða bómull sem er svona aðeins meira krösti sem þýðir það á meðan þessi helst nánar, ég hjólaði nú í þessum í morgun og búinn að nota hann mikið og hann er alveg bara eins og sé stífpressaður. Þá er þessi svona aðeins svona krumpaður í handakrikana og svona aðeins meiri svona gringó í honum. Það sem er líka mjög skemmtilegt hérna og þetta er eitthvað sem við erum líka farin að taka í jakkafötum, en hérna erum við hálffóðrað. Þetta var í langan tíma nánast vonlaust að selja Íslendingum því að þeir hafði ekki skilning á því að svona hálffóðrað það ætti bara að vera ódýrara en fóðrað, en þetta er einfaldlega miklu dýrari frágangur því að þar getur ekkert falið á baku fóður og þetta verður svona aðeins meira krösti. Og ef við klárum blazerina, að þá eru þeir til líka í svona björtum litum. Þannig að þeir sem eru búnir að vera hér og eru hér áfram, því að maður verður alltaf í dökkan, að þeir hafa verið svona að færa sig upp í það að taka blazera í mismunandi litum, mismunandi útfærslum. Það
þá höfum við verið með svona dökk vínrauðan. Já. Þetta er mjög fallegur litur. Og þetta friðar svolítið svona svörtu gæjana. Já. Þannig að... Þeir vilja ekki fara alveg nákvæmlega. Já, nákvæmlega. Þú veist, þetta er actually blazer sem eru fallegir með svörtu buxum. Svona hænuskrif. Þetta er svona hænuskrif. Já, það er gott, flott. Annað sem er skemmtilegt að litadýrin, að hún hefur fylgt mönnum yfir í sportið. Já. Og við erum til dæmis mjög stórir að verða í golffatnaði. Já, maður sér það bara og erum svo heppnir að eins og staðan í dag að þá eru menn ofarlega heimslistunum sem eru styrktir á bás. Eins og með kakiböksunar okkar sem eru mjög vinsælar, þá þurfum við bara að selja mönnum einar og svo koma þeir bara eins og veltæmdir hundar og kaupa aðrar og aðrar. Bara í áskrift? Já, bara í áskrift, því að þetta er virkilega skemmtilega sniður. Það eru þægilegar, það er góð teygja í þeim og svo er það svona funksjónal líka fyrir golfnördin. Það er gúmíkantur í vasan, hanskinn dettur ekki upp og góð teygja og allt þetta. Bólirnir svona ekki... Það er eiginlega að spila fyrir mann, það er ekki alveg. I wish. Bólirnir eru skemmtilegir, þú ert með svona alls konar dítela, léttum efnum, sumir með smá teygju. Já. Eru pólubólir alltaf, það er bara klassík? Í golfið? Nei, og bara, þú veist, yfir höfuð, bara í fattaskapin. Þeir eru mjög vinsælir í dag. Hérna erum við til dæmis, ef við förum aftur frá golfinu og yfir í meira svona preppy-lúki, að þá erum við hérna með svona dæmigerðan svona heritage golfból. Nei, ekki golfból heldur, venjulegan svona pólóból sem er svona inspæraður af golfi og þessu sko. Mjög skemmtilegir í sniðinu. En eru þá logoðan að stækka? Mér finnst þetta svona stórt, mér finnst þetta flott. En einu sem var bara svona pínlítið, þú veist, eitthvað pínlítið merki, þetta er svo... En er þetta logo? Er þetta ekki bara skraut? Nei, merki, já, mér finnst það flott. Þannig að þau eru meira sjást og þetta... Þú veist, til að mynda eins og í golfinu, þá tökum við bara hérna úr prólínunni og prólógoðun eru öll aðeins stærri. Og ég meina, þú veist, það myndi enginn segja ef þetta væri Nike eða Adidas. Þetta er náttúrulega bara sportvarar. Algjörlega, það er samanlega. Og þetta hér, jú, vissulega er þetta stórt merki, en fyrir mér er þetta bara munstur, skiljum. Þetta er alveg sem með print. Ef þú fer að lesa á bóli hvað stendur, þá kaupir hann ekki. Þannig að, þú veist, regla nr. 1, þá kaupir ból með printi, ekki lesa. Því að það er alltaf bara bull. Já, nákvæmlega. Þannig að bara kaupa eftir útlitinu. Nákvæmlega. Heyrðu frábært, ég þakka þér alveg kærlega vel fyrir það. Bara minnsta mál. Gaman að sjá þig. Sömuleiðis. Vinsældir hreinna og lífrænnar snyrtivara hafa aukist gríðarlega síðustu misserin. Ég kynnti mér lífrænar snyrtivörur í Danmörku í fyrra og fann þar merki sem heitir Organic. Á dögunum þegar ég var að labba niður Laugaveginn rakst ég síðan á þetta merki í verslunni Fago og ég varð auðvitað að kynna mér málið nánar. Kíkjum í Fago. Jæja Birgir, hvernig gerir maður gott heimaspa? Herru, það er hægt að gera það á ýmsa vegu. Við erum með alls konar body butter og pílinga. Við erum með það í kaffi, við erum með það í súkkulaði, við erum með það í geitamjólk, cranberry og svo í svona spicy línu. Hérna er til með súkkulaði. Er það svona pílingar þá sem þetta er svona til að, setja þurra húðina? Þú getur pílaði á þurra húðina, bara áður að ferja í baðið. Og svo skólar þau bara kottnin og þá ilmar þau annarkvort eins og súkkulaði, kaffi eða cranberry eða... Já, ok, bara alveg svo... Já, við erum með súkkulaði hérna, það er pínu svona bronsing í því. Og þú lyktar náttúrulega bara eins og súkkulaði. Ok, vá. Þetta hefur verið rosa vinsælt hjá konum. Já. Og eins erum við með píling fyrir fætur, við erum með píling fyrir hendurnar. Og eins og Íslandi er náttúrulega rosa gott að hafa fyrir hendur. Þegar við erum yfir veturinn ertur í köldu og heitu og þá náttúrulega þetta mýkir alla húðina, eins með fæturnar. Já. Þannig að þú myndir byrja á svona píling. Já, þú byrjar á því að píla þig. Já. Þú getur eins farið út í það að fara fyrst og fá þér æðislegt baðbombubað. Já. Við erum með ekta baðbombur. Baðbomban fer í tvennt. Já. Þú notar bara einn hluta í baðið. Og getur sett í heita pottinn líka. Þú getur líka sett í heita pottinn. Þá þarftu kannski 2. Ok. Og sem sagt hérna, þú kemur alveg mjúkur upp úr. Já. Og svo getur... Kemur bara 10 árum yngri upp úr baðinu. Já, ég veist sko vona það. Svo getur náttúrulega kveikt bara einhverju æðislegu kerti og dempa ljósinn og svo bara pílar þig og... Ok, en þú varst með einhvern maska líka, sem ég varst alveg ótrúlega spennandi. Við erum líka með sem sagt leirmaska sem heitir Mask Wash Cream og þetta er til í alls konar lyktum og þetta er sem sagt leirmaski.
Þú mátt setja þetta bara á líkamann og Þú mátt setja þetta á líkamann og andlitið. Hann til í lemongrassi, hann til í lavender, hann eins til í tea tree sem alltaf ofsalega gott eins og bara fyrir ungt fólk sem með bólur á baki eða þvílíkt, þannig að hann alltaf svo. En myndirðu nota það saman, skrubbin og svo þetta eða bara annarkvort? Þú getur notað bæði, þú getur sett fyrst á þig leirmaskan og pílaði á eftir, eða þú getur notað hann bara sem sagt einn og sér. Og hvað þá pílingur? Pílingur eins og við erum með píling þá hann sem sagt í sykri fyrir líkamann og pílingur náttúrulega hreinsar af þér dauðu húðfrumurnar, opnar húðina og gerir hann, þetta bara skrúbbur og gerir það sem sagt gerir þið bara enn frískari á líkamann raunverulega og svo náttúrulega það sem skemmtilegt eins og við þessa vörur hérna sem við erum með þær eru safe formúla, það búið að taka úr þeim paraben, parafín, sílikon og vaselínið og ýmsar aðrar ólíur sem ekki góðar fyrir okkur. Nafnið segir það náttúrulega píl. Nafnið segir það bara, organic heitar og þær eru safe formúla. Herri, já, svo það kremið sem við hérna konur þurfum allar eiga í sumar, þarna gullkremið. Ég verð alveg að fá að skoða það. Já, nákvæmlega. Herri, við erum með svona geggjað hérna body lotion í gullínunni hjá okkur sem með pínu Já, þetta lína, heil lína. Þetta heil lína, þetta andlitskrem, dagkrem, augnkrem. Þú getur fengið baðsalt í henni. Það eru sápur í gullínunni líka. En þetta sem sagt það sem hefur verið rosa vinsælt, þetta sem sagt body lotion með örlitlu gyllingu í. Þetta ber þetta á leggina þegar maður að fara eitthvað út í sumar og svo þetta bara svolítið ferskt. Og gerir svona smá gló. Kemur pínu gló, ekki mikið og smitast ekki í föt. Nei, maður ekki þess að maður sé nýst í henni upp og glimmir. Nei, þetta ekki þannig og þetta hefur verið rosa vinsælt hjá okkur síðan við opnum. En þeir eru líka með þessa gullínu, þeir eru með línu líka. Það sem sagt í allir þessari línu þetta sem sagt til að bara selja í búðum. Svo til líka lína sem sem sagt fyrir snyrtistofur. Og þar erum við með til dæmis inn á Salon Ritz, þar eru þær með gullínu meðferð, þær eru með detoxing kaffi meðferð, þær eru með goat milk meðferðina, þær eru með andlýsýru sem við erum með líka og eins selja þær náttúrulega í retail og svo eru þær með á hárgulsstofunni, eru þær að nota sjampóin frá okkur og hármaskana. Þannig þetta víða? Þetta víða. Og eins erum við á Akureyri, að opna núna hjá Lind snyrtistofu, þær eru að taka í gullínunni og einhverjum öðrum meðferðum. En þeir eru með nýjung, það það að maður getur keypt svona body eða svona líkamskrem. Þú getur keypt þetta svona body smjör eins og kallað og þetta til í sem sagt 5 lyktum núna og að bætast við 1 lykt fyrir sumarið í lemongrassi. Þetta getur keypt í 50 gramma dósum eða 100 gramma. Og þú bara afgreiðir þig sjálfur? Þú getur afgreiðir þig sjálfur eða við setjum í dósuna fyrir þig. Þetta bara eins og salatbarn. Þetta eins og salatbarn, já. Og eins veit ég að margar konur og stelpur hafi verið að kaupa þetta bara og nota þetta bara sem ylvat því að það ofslega mild og góð lykt af þeim og þetta bara ferskar yfir sumari, fersk lykt og Já, þetta alveg ekta svona sumar, þannig að má ekki blanda saman of mörgum. Nei, en svo getur þú notað þetta, svo þetta bara gott fyrir þig, þú veist, þurra, olnboga, þurr hné, hvað sem Þannig að Hún fer ekkert fyrir þessu? Nei, lítið. En hvað meiri línun heldur en spalínan og þessi náttúrulega andlitslína, þú ert með meira? Já, við erum með fullt á öðru, við erum til dæmis með eins og þessa hérna, þetta sturtusápa í föstu formi. Ok, ég hef ekki séð það áður. Nei, þannig þú getur hvolft henni við og hún fer ekkert úr. Þetta náttúrulega sniðugt að taka með sér bara í ræktina eða bara með í töskunni og þetta nuttar bara á þig og skólar af. Eins erum við með fullt af sem sagt, fyrir bobbulbaðið. Já, ok, svona freyðibað. Já, freyðibað. Við erum með fullt af sturtugeli fyrir þig. Við erum með herralínu þar sem við erum með aftershave eða svona balm aftershave. Við erum með sjampó og sturtusápu þar. En ég sá svolítið flott kerti hjá okkur hérna. Já, það rosa vinsælt. Það hérna, við erum með svona, þetta massagekendul. Já, svona nutt. Þetta nuttkendul. Þú kveikir á og þá bráðnar olían á kertinu og svo slekkur og býður í augnablik. Það ekki gott að hella á viðkomandi strax sjóðandi. Og þetta raunverulega bara þessi argan olía. Já, svo bara nuttar upp úr. Mér finnst þetta alveg magna, það með nutt upp á kertaðaxi. Já. Herri, maður þarf að prófa þetta. Já. Takk kærlega fyrir. Bara gaman að fá þig. Á þessum árstíma, þegar sumarið alveg að detta inn og flestir komnir í sumarfrí eða það bil að fara í sumarfrí, þá bregða margir sér í sundlaugarnar. Ég fékk hana Önnu Maríu Ragnarsdóttur, snyrtifræðing og sérlegan ráðgjafa þáttarins til að segja okkur hvað við þurfum að hafa með okkur í sundtöskunni í sumar. Kíkjum á Önnu. Anna, segðu maður sér sól úti og ég ætla að skella mér sund og vera rosa frískleg bara á
nokkru klukkutíma. Nei, hvað vöru mælur? Sko, ég náttúrulega bara allar vörur aðeinslega, bara hvað henta þér. En trikkið og ég ger þetta sjálf rosalega mikið á sumrin, þegar maður hefur loksins slökunardag og maður getur aðeins sest í sundlega bakkanum. Og það sól kannski. Það sól, nákvæmlega, og við þurfum að nýta alveg bara hvernig einastu mínútu. Akkurat. Það sem ég ger og ég hik ekki við það, ég skrúpa mig vel á þér. Það er bara þannig. Og ég skrúpa mig af skrúpi sem er með góða næringu, þannig að húðin verður svo jafn og flott. Þannig að þegar ég fer ofan í sundlegina, þá ég... Gerur þetta það bara áður? Ég ger þetta áður bara í sturtunni, áður bara á þurra húð, svo sturta ég mig. Náttúrulega vörn, set hana bara, ég fyrst kannski aðeins í heita pottinu og svona, svo set ég vörn á mig þegar ég að fara að leggjast á blauta húð. Ef þú hefur tök á því að gera þetta sama fyrir andlitið, þá er það náttúrulega ekstra gott. Þú getur gert það líka bara heima áður en þú ferð. Sett góðan hreinsimask á þig, þrifið þig vel, sett góða vörn og farið svo onni í sundleginu og klára líkamann og svo ertu bara komin onni og getur slakað. Þetta er bara æðislegt. Svo þegar náttúrulega klórinn þurrkar, þannig að þegar þú ert búin að vera í sund og liggur í pottinum lengi og svona og við erum að fara upp úr, þá náttúrulega bara er æðislegt að nota góða næringu eftir á. Og ég fann til dæmis frá Bioterm og My Signature Spa og svo skal ég segja Purity Herbs, æðislegar oljur sem er svo mikil næring í sem að þú getur bara alveg makað á líkamæðin á eftir. Þannig að húðin verður svo glowing, hún verður svo falleg og hún verður líka jöfn. Þannig að það er algjört must, líka til að næra hana aftur og gefa henni aftur. Alveg, olja á eftir, alveg. Svo fann ég æðislegt nýtt frá Estée Lauder, þetta er með ilmi í. Ég nota það svona alltaf, ég hef ekki séð þetta í mörg ár en ég er rosalega ánægð að sjá þetta aftur. Að spreyja, ég tala nú ekki að fara eitthvað og eftir að þú ert búin að setja olíuna, setja smá af þessu, þetta er olía með smá glitter og glimmer í. Já, þetta er flott. Þetta er óbærslega fallegt og húðin verður svo glowing og flott. Góð lykt líka. Rosalega góð lykt, já. Sól í flösku, já, og þú sér sko munin. Já. Þú sérð alveg hvað húðin verður glowing og flott. Þannig að ég, leika sem er svolítið svona, en bara næra. Ekki alltaf bótiljósinu frá oljunar. Algjörlega, ekki vera fest í bótiljósinu og ekki vera fest í aloe veranu. Það er ekki eins og við séum hérna í, alla daga í sólu og þurfum alltaf að vera að kæla húðina. Nei, nákvæmlega. Það er ekki á Íslandi. Nokkrir dagar á ári. Nokkrir dagar á ári og bara njóta en samt nota vörn og allt það, en næra. Þá verður hún miklu fallegri. Það er frábært, ég ætla að fara í það. Takk fyrir þetta. Takk. Að lokum vil ég þakka ykkur fyrir áhorfið og ég minni á vefsíðu þáttarins tiska.is og við sjáum svo í næsta þætti.